Þetta Mattheus 18, 18-20. Sannlega segi ég yður, hvað sem þið bindið á jörðu, mun bundið á himni, og hvað sem þið leysið á jörðu, mun leyst á himni. En segi ég yður, ef tveir yðar verða einhuga hér á jörðu, í bæn sinni, mun Faðir minn á himnum veita þeim allt sem þeir biðja Því að hvað sem tveir að þrír eru samankomnir í mínu nafni, þar ég mitt á meðal. Amen. Takk Jesus drottinn að þú ert hér í kvöld drottinn til að mæta. Ég þakka fyrir drottinn að nærvera þín þegar hér, heilagi Faðir. Ég biðji bara með tegja okkur eftir því sem þú hefur fyrir einn og sérgönn hér í kvöld drottinn. Ég biðji bara að gefa okkur opum hjörtu fyrir því sem þú vilt segja til okkar drottinn. Ég biðji bara vertu meðal okkar í Jesú nafni. Amen. From every mountain top, your goodness knows no bound. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll dance because you are good. You are good to me. Nothing and no one comes anywhere close to you. The earth and oceans only reflect this truth. And in my darkest night, you shine as bright as day. Your love amazes me. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You are good to me. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You are good to me. And with the cry of praise, my heart will proclaim that you are good. You are good. In the sun or rain, my life celebrate. You are good. You are good. And with the cry of praise, my heart will proclaim. You are good. You are good. In the sun or rain, my life celebrate. You are good. You are good. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You are good to me. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You are good to me. Góða kvöldi og velkomin á United samkomu. Vá, hvað það var hresslega maður. Guð góður. Og við erum akkurat hér komin saman til að lofa Guð
og hann hér til að mæta einum og sérhverjum. Þannig að ég bara spennt fyrir því hvað hann ætlar að gera hér í kvöld, því að Guð engin hlutur megn. Hann skapari heimins og jarðar, hann skapaði þig og mig, ákvarðaði þig og mig áður en að við fættumst. Og hann hefur allt fyrir okkur, þannig að þegar við tengjumst honum, þegar hann í okkur og við í honum, þá erum við eitt og andi hans leiðir okkur til friðar og í rósemi. Þannig að það ekki eitthvað sem við viljum? Viljum við ekki eiga frið og vera með rósemi og bara leiðast að anda drottins? Það í boði hér í kvöld og alla daga. Þetta eitthvað sem að sækjast eftir hverjum einasta degi. Halleluja. Þú segir, drottinn minn, að við eigum ekki að vera hugsökjum neitt, heldur gera öllum hlutum, óskir okkar kunna Guð með bæn og beiðni og þakkagjörð. Og friður Guð sem æðri öllum skilningi mun varðveita hjört ykkar og hugsan ykkar í Kristi Jesú. Vá. Og við ætlum að biðja hér saman. Við erum öll með bænarefni á hjarta okkar. Guð þekkir þau. Hann sér hvert einasta. Hann þekkir okkur miklu betur en við sjálf. Þannig við ætlum að biðja og það eru bænarefni sem hafa verið sendingar sem Drottinn þekkir. Við ætlum að lyfta þeim líka upp og svo erum við líka með þakkarefni því að bara við erum öll kraftaverk sem eru hér inni. Og ef einhverju nýr og að bara sjá þetta í fyrsta sinn, bara vertu hjartalega velkomin og bara mætti Guð snerta við þér líka. Halleluja. Faðir, ég bara þakka þér fyrir þessa stund. Takk fyrir að þú ert hér mitt á meðal. Takk fyrir þinn heilaga anda sem fyllir líf okkar, sem leiðir okkur skref fyrir skref. Ég biði Drottinn minn að mæta einum og sérhverjum sem hér í dag og sem að horfa heima. Takk fyrir Drottinn minn að þú elskar okkur, skilyrðislaust. Það ekkert sem við getum gert til þess að þú elskir okkur meira eða minna. Þú bara elskar okkur, af því þú ákvarðar okkur áður en við fættumst. Þú áætlun með líf eins og sérhver seinna. Og ég biði Drottinn minn að hver og einn mætti elta þig í þeirri áætlun sem þú hefur fyrir hvern og einn. Þú hefur sett gjafir í hvern og einn hér. Og mætti hver og einn bara leita þín og finna þig. Og ég bið Drottinn minn að orð þitt sem verður tala hér í kvöld mætti snerta við okkur, mætti bara andi þinn flæða hér í kvöld. Lofgjörðin mætti vera leysing, mætti vera lausn, mætti múrar brotna og hlekkir sem að binda, losna og brjótast í Jesú nafni. Bara allt það sem að binda, allur ótti og veikindi, hann hefur gefið okkur vald til að leggja hendur við sjúka og vera heilir. Þannig ef það einhverjum inni sem með einhverju veikindi eða eitthvað, þá bara biðjum við saman hérna í kvöld og eftir samkomuna og þið verðið heil í Jesú nafni. Halleluja. Halleluja. Takk Jesús. Og bænarefni sem á hjörtum og þeirra sem hafa verið send hér inn, biðjum að mæta þeim og allir sem eru úti að þjást, ég biðjum að bara draga þeim í ríki þitt. Mættu þau fá að finna þig, ég biðjum að opinbera fyrir þeim hver þau eru í þér, Drottinn minn, og hvaða áætlun sem þú hefur fyrir einn og sérhvern. Takk Jesús að þú ert góður Guð. Takk fyrir að þú ert góður og þú ert með opinn faðminn alltaf, alltaf. Ég þakka þér fyrir það. Halleluja. Amen. Amen. Við erum með posa í naftast og bauk líka. Ef að þið viljið vera með í að gefa, þá það líka dásanlegt að gefa. Við bara hver og einn sem finnur það í hjarta sínu að gera það. Það ekki skylda, en það alltaf gott að taka þetta skref að gefa. Og það þarf að borga hér alls konar, fá að vera hérna og þannig og svo líka bara starfið að hjálpa mörgum þeir sem eiga erfitt. Þannig að það líka starfið alltaf að gefa frá sér líka.
Þannig að leyfum bara þessu að vera flæðandi í líf okkar. Og svo ætti ég líka að segja frá sýningu á morgun sem er í, hvað heitir bíóð? Paradís, Friðabíó, Bíó Paradís, klukkan 7 á morgun er myndin I Can Only Imagine og það eru miðasala á tix.is. Þetta er síðasta sýningin og svo er líka á morgun samhjálpar kótilettukvöld. Það er líka miðasala á tix.is. Endilega bara takið þátt í þessu öllu saman. Þetta er mikið að vera. Takk. Endilega stöndum á fætur. Við viljum lofa Guði saman í næsta lagi. Við þurfum okkur að halda þér í kvöld til að syngja með okkur. Ef þið kunnið lagið, þá endilega látið heyra í okkur. Er þið til í þetta? Amen. They say this mountain can't be moved. They say these chains will never break. But they don't know you like we do. There is power in your name. We've heard that there is no way. Seen what you can do. There is power in your name. So much power in your name. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. You know that hope is never lost, for there is still an empty grave. God, we believe no matter what, there is power in your name. So much power in your name. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. You are the way where there seems to be no way. We trust in you, God, to have the final say. You are the way where there seems to be no way. We trust in you, God, to have the final say. You are the way where there seems to be no way. We trust in you, God, to have a final say. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we
You said, I believe. You said, it is done. You said, I believe. You said, it is done. You said, I believe. You said, it is done. You said, I believe. You said, it is done. You said it, and I believe it, Lord. Oh, it is done. You said, oh, just because you said it, Lord, we believe it, You said, and I believe. You said, it is You said, I believe. You said, it is done. You said it, I believe it. Oh, it is done. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. 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 Oh, we trust you, Lord. Oh, we trust you, Jesus. Oh, we hold on to your promise. Oh, we believe it, Lord. We believe it. We believe it, yes. Jesus. God, we believe for it. God, we believe. God, we believe for it. Jesus. When you said it is done, 'cause you said it is done. You won the battle, Lord, and we hold on to it, Lord. Yes, we believe it. We believe it. We believe it. Oh,
like it doesn't matter. I don't want to lose the wonder of your presence. I don't want to come entitled, just want to run it like a child, caught up in the joy and wonder of your presence. And I am coming back to first love. I'm coming back to Jesus. I'm coming back to you. No more going through the motions. You're my one devotion. I'm coming back to you. I'm coming back. And I am coming back to first love. Coming back to Jesus. Coming back to you. No more going through the motions. You're my one devotion. I'm coming back to you. Cause I can feel a world of difference. Suddenly the room is shifting. I'm finding it again, the wonder of your presence. I never want to leave communion, just want to be where you're moving, caught up in the joy and wonder of your presence. And I am coming back to first love, coming back to Jesus, coming back to you. No more going through the motions. You're my one devotion. Coming back to you. I'm coming back. I am coming back to first love, coming back to Jesus, coming back to you. Oh, no more going through the motions. You're my one devotion. Coming back to you. Nothing matters more to me. You're all I need. Nothing matters more to me. And nothing matters more to me. You're all I need. And nothing matters more to me. And nothing matters more to me. You're all I need, and nothing matters more to me. Nothing matters more to me. You're all I need, and nothing matters more to me. Nothing matters more to me. You're all I need. Nothing matters more to me. Nothing matters more to me. You're all I need.
coming back to Jesus. I'm coming back to you. No more going through the motions. You're my one devotion. I'm coming back to you. We wanna see you. We wanna see you, Lord. We wanna see you. We wanna see you, Lord. We wanna see you. We wanna see you, Lord. We wanna see you. We wanna see you, Lord. We wanna see you. So please let me see you, Lord. We wanna see you. We wanna see you, Lord. And I am coming back to first love, coming back to Jesus, coming back to you. No more going through the motions. You're my one devotion. Coming back to you. I am coming back to first love, coming back to Jesus, coming back to you. No more going through the motions. You're my one devotion. Coming back to you. I am coming back to first love. I'm coming back to Jesus. I'm coming back to you. Bring it all to peace. The storm surrounding me, let it break. At your name, still, call the sea to still, the rage in me to still every word. At your name, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Call these bones to live, call these lungs to sing once again. I will praise Jesus, Jesus, you make the
the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, 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 you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. There's a light that the shadows can't deny. Your name will not be overcome. Your name is a light forever lifted high. Your name will not be overcome. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name will not be overcome. Your name is a light forever lifted high. Your name will not be overcome. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name will not be overcome. Your name is a light forever lifted high. Your name will not be overcome. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. You shatter rocks with a whisper. You hang the stars with your hand. Your word is an infinite wisdom. Your ways are higher than man. And seasons obey your command. Your thunder puts armies to flight. No one can fathom your power. Your voice is the wellspring of life. There is none like you. You alone are worthy of all honor and praise. There's no other name.
grave. Your throne is established forever. Zion, the Lord God will reign. There is none like you. You alone are worthy of all honor and praise. There's no one. There is none like you. You alone are worthy of all honor and praise. There's no other name. There is none like you. You alone are worthy of all honor and praise. There's no other name. There is none like you. You alone are worthy of all honor and praise. There's no other. the name but
other name can save me. No other name can restore. No other name can heal my heart. No other name but yours. No other name can save me. No other name can restore. No other name can heal my heart. No other name but yours. No other name can save me. No other name can restore. No other name can heal my heart. No other name but yours. Oh Jesus, Jesus, the name above all other names. Jesus, there is none. You alone are worthy of full honor and praise. There's no other name. There is none like you. You alone are worthy of full honor and praise. There's no other name. There is none like you. You alone are worthy of full honor and praise. No other name. There is none like you. You alone are worthy of full honor and praise. No other name. There's none like you. You alone are worthy of full honor and praise. There's no other name. There is none like you. You alone are worthy of all honor and praise. There's no other name. Halló? Já. Góð kvöldi, geggjuð lofgjörð, takk fyrir. Eigum við kannski að gefa þeim eitt gott klapp. Geggjuð lofgjörð, bara þvílík nærvera, ótrúlegt alveg. Ég ætla kannski bara að byrja að kynna mig fyrir þá sem vita ekki nafn mitt og ég svona þekki alveg nokkur andlit hérna og gaman að sjá ný andlit og gaman að sjá ný gömul, þá sem hef kannski ekki komið hingað lengi, en
við hérna í United Reykjavík, við erum alltaf hér mánudagskvöld klukkan 8 og með svona geggjaða lofgjörð og hérna ég heiti sem sagt Elísa og hérna ég barn Jesú og ég á kannski mörg hlutverk í lífinu í dag sem ég átti kannski ekki áður og hérna ég var svona að velta fyrir mig hvað ég ætti að tala í kvöld og hérna og var búin að velta því svolítið fyrir mér og mér langaði svona líka pínu, það kom svona smá ótti í mig og mér langaði svolítið pínu að kannski beila og hérna það er svolítið svona gamla ég og hérna það var mín leið út einhvern veginn oft og hérna en mér finnst ég hérna að segja aðeins bara frá mér og hérna og ætla að gera það en ég sem sagt eins og ég sagði þá heiti ég Elísa og hérna ég er ýmislegt, ég barn Jesú og ég er móðir og ég er alkohólisti og ég er dóttir og ég er vinkona og ég er systir og ég er félagsráðgjafi og líf mitt í dag er allt annað heldur en ég átti fyrir 10-12 árum og hérna það hefur breyst að öllum hluta til vegna þess að ég kynntist Jesú og fór að fylgja Jesú og eins og ég sagði áðan þá er ég alkohólisti og það er svona kannski eitt af þeim stærri, þú veist, hvað ég segja, stærri viðburðum í lífi mínu sem ég hef tekist á einhvern veginn með því að fylgja Jesú og hérna og náð þannig bata við alkohólisma og hef fengið að vera edrú í rúm 10 ár og þegar ég einhvern veginn þegar ég hóf göngu mína bara svona að fylgja Jesú og lengi vel inn í edrúmennskunum mína þá, þú veist kom ég hérna og fann nærveru hans og hérna ég varð svona fékk þennan þorsta í þetta en ég held ég hafi ekki sko einu svona skilið, það er svo ótrúlega fyndið, ég veit ekki að tengi örugglega einhverju við þetta, ég held ég hafi ekki einu svona áttað mig á því fyrr en bara fyrir einhverjum árum síðan bara því einfalda að Jesú hafi dáið á krossinum fyrir mínar syndir svo ég gæti átt þetta líf sem ég á í dag. Ég bara þetta einfalda, ég náði því ekki, ég náði ekki konseptinu fyrr en bara einhvern veginn langt inn í edrúmennskuna og þannig getur þetta verið svo ótrúlega flókið fyrir okkur og hérna ég veit alveg að ég er ekki ein það og hérna ég var ótrúlega mikið bara eins og kannski margir aðrir að elta í blindni og hérna og ég gerði það vegna örvæntingu. Ég hef sagt það hérna áður að ég hef áður en kannski fór þá leið í lífinu og verð kannski, þú veist, hlekkjuð í kannski svona þessum áfengis- og fíkniefna heimi að þá í rauninni ég fer erlendis og hérna fyrir kirkju erlendis og bý í Bandaríkjunum 1 ár og hérna á þeim tíma þá drakk ég ekki og ég fer inn í geggjaða kirkju þar og hérna tók þátt í unglingastarfi og ýmsu sem tengdist í þar en það var einhvern veginn á allt annan hátt heldur en þegar ég leitaði Jesús í þessari örvæntingu og hérna af hverju það var, ég veit það ekki kannski að því örvæntingin var svo mikil en það eru margir sem koma hingað í þessari örvæntingu, það eru örugglega einhverjir í salnum núna sem eru örvæntingafullir sem eru kannski í þessum dýpsta dal sem að þeir hafa upplifað jafnvel í lífi sínu upplifa sársauka og upplifa kvíða og ótta og eiga í erfiðum samskiptum við fjölskyldunum sína, við börnin sín, við samstarfsfélaga sína, við hvað sem er en ég einhvern veginn fór að leita svo mikið og hérna þegar ég var í þessari baráttu
eftir ég hafði einhvern veginn áttað mig á því að ég væri alkoholisti og það gerðist þegar ég fór í fyrstu meðferðin mína, þá áttaði ég mig á því að ég væri alkoholisti og ég væri með þetta andlega mein og ég kynnist 12-spora-samtökunum, mjög þakklátt fyrir það og í gegnum 12-spora-samtökin þá kynnist ég í rauninni kirkjum hérna á Íslandi og fer að koma á samkomur hér og en þá hefst mín barátta í rauninni við það að ég var ekkert edrú í minni fyrstu meðferð því miður en ég fer og reyna að lifa þessu edrú lífi og er að fara með bænirnar mínar og ég veit að í dag að þetta voru svona kannski frekar mikið eigingjarna bænir og ég hafði ekki eins og margir kannski ekki, maður er ekkert að fá endilega einhverja kennslu hvernig maður á að byrja, ég var bara svona eitthvað að byrja eins og það sem mig langaði í og það sem ég hélt að ég þyrfti, en það segir alveg í Biblíunni að hann er með plön. Hann er með plan fyrir hvern og einn hérna inni og hann er með plön fyrir okkur og það var eitthvað sem ég náði alls ekkert á þessum tíma. Ég meðtók þetta bara ekki að hann væri með plan fyrir mig. Þannig ég var einhvern veginn bara að biðja alls konar, biðja hann að redda og gera og græja og alls konar hluti sem þurfti að redda og gera og græja af því að þegar maður er á þessum stað þá þarf maður bara að redda og gera og græja ótrúlega mikið af hlutum og á einhverjum tímapunkti verður sársaukinn einhvern veginn svo ótrúlega mikill, skaðinn varð orðinn mikill og í rauninni er ég bara orðin einhvern veginn eitt stórt, þú veist, hól og bara flak einhvern veginn og ég er einhvern veginn ekki ég lengur að ég upplifi og ég er ótrúlega þakklátt fyrir það að þegar ég fyrir mína síðustu meðferð þá er United starfið að starta og það startast lok árs 2009, það ekki? 11? Jú, ég verði edrú 2012 ég verði edrú í janúar 2012 og ég er bara ótrúlega lánsöm og ótrúlega þakklátt fyrir það og ég kynnist fullt af fólki sem var að fylgja Jesú og sem ég vissi í rauninni ekkert hvað var og líf mitt einhvern veginn fór að breytast eftir að ég fór að einhvern veginn fá þennan þorsta í að vita meira og ég fór að lesa orðið og ég fór að lesa orðið af því mér var sagt að lesa orðið og þá fór ég að skilja aðeins. Mér fannst það svolítið flókið fyrst en einhvern veginn með árunum finnst mér þetta hafa einhvern veginn einfaldast og líf mitt á þessum tíma hefur verið alls konar og það kannski sagði mér enginn á sínu tíma að þú veist hann deyr fyrir syndi mínar þarna á krossinum en það sagði mér enginn kannski á þessum tíma að við þyrftum samt að takast á við verkefni lífsins og það sagði enginn og hann sagði aldrei að það yrði ekki sársauki eða við þyrftum að fórna einhverju því að ég hef svo sannarlega þurft að gera það eins og allir aðrir því lífið er bara lífið. Við lifum á þessari jörð með hvor öðru, með mannfólkinu og lífið er alls konar. En það sem ég hef fengið að vita og hef fengið að ganga með honum að hvert sem ég fer, hvað sem ég geri, hvað sem gerist í lífi mínu þá er hann mér hlið og hann hefur haldið í hendina á mér, hann hefur haldið á mér þegar að þess hefur þurft og hann hefur blessað líf mitt svo ótrúlega mikið og í litlum og stórum hlutum, í bara litlum hlutum í daglegu lífi einhvern veginn þá horfum við til hans. Ég bið mörgu sinnum á dag og ég bið mörgu sinnum á dag af því ég treysti á hann í einu og öllu og í dag einhvern veginn þá stundum alveg velti ég fyrir mér af hverju er ég manneskjan sem ég er í dag og ég velti fyrir mér og ég kemst alltaf að sömu niðurstöðu og það er út af honum og hann einhvern veginn hann gaf mér tækifæri
til þess að eignast þetta nýja líf og byrja upp á nýtt. Og samhliða því að ég var að gera það, þá var ég að vinna 12 reynsluspor AA-samtakana og ég ótrúlega þakklát fyrir að hafa kynnst þeim líka. Það var svona, fyrir þá sem ekki vita, þá eru 12 sporin öll úr biblíunni og þú veist, allt sem við gerum þar bara einfaldað einhvern veginn upp í svona ákveðna röð og þar fekk ég einhvern veginn að taka ábyrgð á gjörðum mínum og það sem ég hefði gert og sært og þrátt fyrir það að gamla lífið var farið, að þá þurfti ég samt að taka ábyrgð. Ég þurfti að taka ábyrgð á þeim gjörðum sem ég hefði sært annað fólk og í gegnum það, í gegnum að gera það, fór eitthvað að breytast hjá mér. Hjartaði mér fór að breytast og hegðun mín fór að breytast, viðhorfin mín fór að breytast og þau eru ennþá að breytast. Þau breytast í rauninni bara, þú veist, dag frá degi því ég bara les orðið, þegar ég einhvern veginn reyni að lifa þessu lífi sem ég tel að hann vill fyrir mig. Ég einhvern veginn á þessum árum þá kemur alveg tími þar sem að ég er ekki jafn mikið að leita til hans og það sem gerist er það að ég einhvern veginn færi augun mín og eyru annað og það er einhvern veginn eins og búið að vera að tala hérna á síðustu samkomum fyrir þá sem hafa verið óvinum kemur til að slátra, drepa, eyða og það er bara það sem var að gerast í mínu lífi og við höfum alltaf val. Við erum sköpuð til að eiga val að velja hvaða leið og ég fekk alltaf val og ég á bara allmörg moment þar sem ég valdi ekki hann og það kom mér ekki á góða staði og reynslan í lífinu mínu er einhvern veginn bara þannig að þegar ég er við stjórn og er ekki að fylgja honum að þá kemur það mér ekki á góða staði og ég er í sambandi í töluverðan tíma með barnsföður mínum sem var ekki gott samband og ég átti einhvern veginn ekkert inni fyrir því. Ég var alltaf að leita að kraftinu til þess að fara og til þess að fara og eiga betra líf. Ég taldi einhvern veginn að þetta var ekki lífið sem mér var ætlað en ég var alltaf að leita að kraftinum annar staðar en hjá honum og leið og ég gerði það, þá hafði ég bara engan kraft að gera það sem ég þurfti að gera og en hann skildi mig ekkert eftir af því að um leið og ég varð örvæntingafull aftur að þá bara greip hann mig og hann greip mig og hann er búinn að ganga með mér langan veg í því að gera það sem ég þurfti að gera á þeim tíma og líf mitt í dag, þú veist, varðandi það til dæmis er bara eitthvað sem ég hefði aldrei trúað og það var einhvern veginn þessi veika von, þó var von og það er eitthvað sem við höfum alltaf í honum og það er þessi von því að hann bregst ekki þegar allt bregst, þegar allir bregðast þá bregst hann ekki, hann einn mun aldrei bregðast og það er bara eitthvað sem ég hef fengið að upplifa. Ég hef séð það, ég hef séð fólk upplifa það hér, ég hef séð kraftaverkin gerast hér, ég hef séð sambönd verða betri, ég hef samskipti verða betri, ég hef einhvern veginn, ég hef bara upplifað svo ótrúlega sterkt að það er ekki hægt einhvern veginn að trúa ekki að hann sé ekki með mér alltaf. Ég það eru margir hérna inni oft sem er að glíma við fíkn. United Reykjavík var náttúrulega stofnað í svona samhliða því að þegar Draumasetrið var stofnað og þegar fólk kemur inn þá er það oft mjög brotið og með stóran bakpoka með mikla skömm og mikinn kvíða, mikinn ótta, sjálfsásakanir og sektarkennd og þetta er eitthvað sem að margir þekkja einn inni og að koma einn inn
þú veist, það sem við viljum og það sem var gert við mig þegar ég kom hingað var að ég var boðin velkomin og mér var tekið opnum örmum, sama hvernig ég kom, sama hvað ég var búin að gera, hvað ég var ekki búin að gera, að upplifa bara að maður tilheyri, og það var eitthvað sem ég fekk hérna og fæ í dag ennþá. Og hérna það sem einhvern veginn, það sem í daglegu lífi þá einhvern veginn ég ein manneskja einhvern veginn út af honum, og mér finnst svo gott að vita þegar ég vakna á morgnana og ég einhver megi finnast eitthvað það, en ég fer yfirleitt með bænirnar mínar í bílnum á morgnana og hraðinn í lífinu, og en ég finn mér þú tíma og það í bílnum. Þá lækka ég útvarpið og ég fer með bænirnar og það nánast, ég segi nánast alltaf það sama fyrst. Ég bið það að ég fái að vera umburðarlynd, kærleiksrík í garð sjálfsmins og garð annarra í dag. Og það þú veist, ég bara einhvern veginn, ég hef upplifað það, ég einhvern veginn til að vera ótrúlega mikilvægt að reyna að gera mitt besta, að líkjast honum, að einhvern veginn að bara gera mitt besta á hverjum degi og vera ekki saman með náungan. Ég 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 datt aðeins út. En bara að vera hér með ykkur ég ótrúlega þakklát fyrir, og það sem ástæðan einhvern veginn fyrir að ég stend hér og að segja ykkur þetta ekki að því að mér finnst svo gaman að tala sjálfa mig, mér almennt ekkert mjög mikið fyrir það, mér finnst ég alveg frekar berskjölduð en það einhvern veginn fyrir hann. Ég þrái það bæði hér og ég á svona annan vettvangi að samtökunum, að ég þrái það að fólk einhvern veginn nái þessu. Ég þrái það að fólk fá að kynnast Jesú, kynnast Guði, hvernig það að fylgja honum, hvernig það að trúa og treysta því að hann sé með manni alltaf, öllum kringumstæðum, öllum aðstæðum, að því að hann getur komið með sinn kraft einhvern veginn inn í sama hvaða aðstæður eru í lífiðinu. Það skiptir engu máli. Það skiptir ekki máli þó að það virðist ógeranlegt, þá mætir hann. Ég hef verið í þannig aðstæðum og hann mætti. Hann mætti kannski ekki á tímanum sem mér fannst hann þurfa að mæta, eða hann ætti að mæta. Hann gerði kannski ekki það sem ég sá fyrir mér að hann myndi gera, en hann gerði það sem þurfti að gera því hann var með plan. Hann var með plan fyrir mig að ég myndi eiga gott líf, og það sama á við ykkur. Hann með plan fyrir hvern og einn hér inni, og plönin hans eru alltaf góð. Hann vill alltaf besta. Hann vill laga samskiptin við börnin ykkar. Hann vill að þið lagi samskiptin við foreldri ykkar. Hann vill að þið lagi samskiptin við þá sem eru einhverjir ágreiningar í samskiptum. Hann vill að við í rauninni göngum með höfuðið hátt. Hann vill ekki að við berum hennar bakpoka á bakinu með alla þessa skömm, eða þetta að ég ekki nóg, en ég búin að gera þetta, eða ég búin að gera hitt. Það breytir hann engu máli. Það breytir hann engu máli. Og það langt síðan að hann dó á krossinum, og það breytir hann ennþá engu máli. Það var gert þá og það gildir ennþá í dag. Og nú ég svona kannski aðeins búin að bara segja frá aðeins svona stærri hlutunum, en stundum einhvern veginn líka í stundum finnst mér líka eins og að þegar ég geng með Jesú og að reyna að fylgja honum og gera mitt besta eins og ég að vera fullkomin, og ég svona smá fullkomnunar áráttu típa, og en ég það alls ekki, og ég bara gert fullt af mistökum og sumt sem ég hefði viljað gera öðruvísi,
en í dag ég frekar lánsöm að fá að, þú veist, að fá að vera í þessu stöðuga sambandi og eiga þetta persónulega sambandi við hann, að þá er svo stutt einhvern veginn í það. Og þú veist, ef ég kem með eitthvað dæmi svo nýlega, þú veist, ég tel mig í dag almennt þá ég ekki mikið að lenda í ágreining við fólk. Og ég þarf stundum að eiga krefjandi samræður í vinnunni minni, en ég almennt ekki að lenda í miklum ágreining. En ég lendi í ágreining nýlega og við samstarfskonu mína, og ég var erlendis stödd í vinnuferð í Bandaríkjunum og það kemur eitthvað svona ósætti og þar upp á. Og ég bregst við og kom sjálfur mér svolítið óvart og segi henni meðal annars í mjög svona snöggum viðbrögum, segi ég henni meðal annars að F sér og já, og ég snöggreiðist nefnilega sko, og ég nefnilega þeir sem þekkja mig vita að ég skipti mjög sjaldan skapi, og ef ég skipti skapi að þá snýr það yfirleitt að syni mínum. Ef það snýr eitthvað að syni mínum að þá get ég skipt skapi hratt, en annars ég voða mikið jafnægið. Og þetta var fyrir framan alla vinnufélaga mína, 50 manns, og það þorði enginn að tala við mig eftir þetta, og það var enginn séð mig svona. Og ég labba upp á hótel ein, og by the way, það voru eiginlega allir að drekka og ekki ég sko, þannig að mér fannst ég pínu eiga svona rétt á þessu. Ég var bara blá edrú en ég kem upp á hótel og ég sest niður og bara fyrsta sem ég geri var bara, býtu, af hverju brást ég svona við? Býtu, hvað í gangi hjá mér? Og ég tek upp biblíuna mína sem var með í ferðartöskunni minni, herbergisfélagi minn var úti og ég tek upp biblíuna og ég fer að lesa og ég man ekkert nákvæmlega hvað ég las, en það sem ég las var akkurat í þá áttina það sem að ég tók til mín. Og ég leyfði mér, ég viðurkenni það, ég las þarna og svo leyfði ég mér vera í 2 daga. Alveg heila 2 daga var ég svona ennþá svona pínu að ég hef átt rétt á þessu. Og en síðan tók ég fyrsta skrefið eftir að það sem ég las í biblíunni og að í rauninni að takast á við alla ágreininga, þó að manni finnist maður hafa rétt fyrir sér eða þó að manni finnst hafa verið gert á sinn hlut eða hvernig sem það að stíga skrefið og geta verið heiðarlög, sagt bara hlutin eins og þeir eru í kærleik. Og það var það sem ég gerði og ég fór að hitta hana á hótelinu eftir 2 daga. Ég gaf mér 2 daga svo ég myndi örugglega, þú veist, gera þetta algjörlega heiðarlega. Og ég segi henni heiðarlega hvað mér fannst. Mér fannst þú hafa verið að skipta þér af einhverju sem kom þér ekki við. Og það var nákvæmlega það sem ég upplifði. Og ég snöggreiðist, en þarna fer ég í bara og tek þessa samræðu við hana og segi, ég upplifði að þú hefur verið að skipta þér af einhverju sem kom þér ekki við. Og þú hélst áfram, þó ég var búin að biðja að hætta, þú hélst áfram og ég snöggreiðist. Ég veit ekki af hverju, ég hefði ekki átt að gera, fyrirgefðu. Og svona, einhvern veginn, hefði ég aldrei brugðist við hérna áður fyrr. Ég hefði bara alls ekki verið til í að fara að segja fyrirgefðu út af því að einhvern veginn, en í dag á ég bara svo erfitt með að bara að ganga einhvern veginn með eitthvað svona óuppgert. Og það er einhvern veginn eitt af því sem Jesú hefur gefið mér, að því ég breyttist ekkert bara svona af því bara. Hann einhvern veginn breytti hjarta minn og breytti löngun minni í það að vilja að ákveða, að geta ákveð hver ég vilji vera, hvort ég vilji fara þessa leið eða hvort ég vilji fara þessa leið. Og í dag ég bara ótrúlega lánsöm og ég gef honum alla dýrðina að því. Þetta ekki út af því ég svo frábær og fullkomin og alltaf þykjast verið heilu María mey. En ég reyni að velja þessa hlið og og á sama skapið þá tók ég hvað hún sagði við mér og hennar upplifun og þetta bara búið, við erum bara í vinnunni og ekkert mál og þetta bara gleymt og grafið. En mér finnst erfitt að lenda í einhverju svona sem minnir mig á gömlu mig
og en það einhvern veginn bara hluti af því, það bara gott, það gott fyrir mig, það gott fyrir mig að sjá hvað ég hef breyst og hvað getur breyst. Og þegar ég horfi tilbaka á líf mitt þá hefði ekkert af því sem ég á eða geri í dag orðið eins og það er. Ég trúi að ég hafi farið námið mitt af því að ég kynntist Guði og ég hugsa oft það í dag að þú veist að ég veit ekki sko í náminu, í 5 ára háskólanámi í félagsráðgjöf þá endalaust talað að mæta fólki það sem það er statt. Það er setningin í náminu í rauninni það sem við gerum. Ég veit að sumir vita ekkert hvað félagsráðgjöf að gera en það breytir ekki öllu að mæta fólki það sem það er statt. Og ég sé Guð einhvern veginn svo mikið þannig. Hann mætir okkur þar sem við erum stödd og hann kemur og sækir okkur bara nákvæmlega þar sem við erum stödd. Við þurfum ekki að breyta neinu. Hann kemur og sækir okkur bara við köllum á hann. Ég bara einhvern veginn ég elska vinnuna mína og ég einhvern veginn já, það þú veist, mér finnst ég vera að starfa, þú veist, fyrir hann á hverjum einasta degi, bara vera að gera það sem ég að gera. Ég ekkert alltaf að gera hluti sem fólk sátt með eða neitt þannig. Það ekki það sem ég að segja, heldur ég tel mig vera einhvern veginn að ég sé á réttum stað til að vera með hans hugsun, að gera einhvern veginn það sem er rétt og þú veist, og að fá að leita til hans í einhvern veginn öllu sem að gerir algjör forréttindi og einhvern veginn, ég hvet alla til þess að fá fólk til að koma með ykkur á samkomu. United Reykjavík algjörlega samkoman til þess að koma með fólk á sem þekkir ekki Jesú og eins og Óli segir alltaf, við erum ekki að tala einhvern veginn, þú veist, við erum ekki að tróða þessu upp á fólk, þú veist, við tölum aðlögun ekki áróður og það var alveg klárlega það sem ég þurfti. Ég labbaði náttúrulega inn fyrst og var bara hvaða rugl, eins og margir og en það kom ég ætla að fá að lesa bara svona í lokin, sorry. Ég að finna þetta, ég var ekki búin að ákveða þetta þess vegna ég ekki með þetta beint fyrir framan mig. Ég fer bara inn í þetta hér. Mér langar að lesa í framhaldi. Það þekki þetta örugglega allir sem eru inni. Ef þið þekki þetta ekki, þá þetta bara þá þetta bara kærleikann og mér finnst bara, ég veit ekki, mér finnst alltaf geggjað því ég heyri þetta lesið og mér langar bara að lesa þetta svona í lokin. Þótt talaði tungum manna og engla en hefði ekki kærleika væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þó ég hefði ekki spátónsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekkingu og þótt ég hefði svo takarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað en hefði ekki kærleika væri ég ekki neitt. Og þótt ég útdeildi öllum eigum mínum og þótt ég framseldi líkama minn til þess að vera brenndur en hefði ekki kærleika væri ég engu bættari. Kærleikurinn langlitur, hann góðviljugur, kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp, hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, ekki langrækinn. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt og umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Amen. Ég ætla bara að þakka fyrir mig í kvöld og við ætlum að bjóða ykkur að bara koma hingað fram. Ég ætla bara að biðja bara bænaþjóna að koma hérna fram og þeir sem vilja og ég hvet ykkur til að koma og fá fyrirbæn hér hjá þeim sem eru að biðja
hérna og fyrir hverju sem ég hvet ykkur nýtið tækifærið í kvöld og komið hérna fram og fáið bæn